Hæ, Elísabet heiti ég og ætla að segja frá hvernig ég hef orðið fyrir Haftorn áhrifum. Lýsing á atvikinu: þegar ég var að æfa fimleika þá voru æfingarnar mjög krefjandi og það þurfti mikla einbeitingu og gera æfingarnar á sérstakan hátt. Og venjulega lagði ég mig fram að gera æfingar, en því að þjálfarinn stóð yfir mér og var að fylgjast með mér, þannig ég lagði mig bara miklu meira fram og ég reyndi að sýna mig í sem bestu ljósum og ég framkvæmdi hreyfingarnar með meiri krafti og gaf mér ekki leyfi til að slaka á fyrr en þjálfarinn minn var farinn. Og rök fyrir því að þetta séu Haftorn áhrifin er svo að þetta lýsir sér í því að fólk breytir hegðun sinni einfaldlega vegna þess að það veit að það er verið að fylgjast með því. Það var ekki sjálf æfingin sem breyttist með kennsluaðferðin, heldur sú staðreynd að þjálfarinn var nálægt mér og fylgdist með mér, og ég sýndi því aukna frammistöðu ekkert endilega vegna hvatningar eða neitt, heldur vegna þess að ég var undir augum einhvers annars. Og tengingin í námsefni er það í námsefninu er fjallað hvernig rannsóknir Haftorn verksmiðjanna sýndu að starfsmenn breyttu vinnubrögðum sínum þegar þeir fundu fyrir athygli rannsakenda. Þeir urðu afkastameiri einfaldlega vegna eftirlitsins. Þetta passar við atvik mitt í fimleikum þar sem þjálfarinn gegndi hlutverki rannsakandans og mín aukna frammistaða var afleiðing þess að vera meðvituð að einhver hafi verið að fylgjast með mér. Takk fyrir mig.